Við erum komin hér á Austurási og hittum fyrir Hauk Baldvinsson. Hvað er sæll og blessaður? Sæll og blessaður, Gísli. Gaman að koma til þín. Já, takk fyrir það. Velkomin. Við byrjum aðeins að, hér fyrir aftan okkur sjáum við glæsilega hesthúsbyggingu hjá ykkur. Hvenær byggðuð þið upp hérna í Austurási og hvenær kaupið þið og þannig lagað? Við kaupum landið 2006 og byggjum hérna 2007 og við byrjum hérna með starfsemi í janúar 2008. Hvað erum við að tala um margar stígur hér fyrir hross? Hérna eru sem sagt 23 stígur. Það eru nú allar löglegar 2 hestastígur en við má allt nota þær fyrir eitt hross, eins hestastígur. Það er rúmt á öllum hrossum. Já. Og svo erum við með reiðhöll hérna inni bak við. Sambýði reiðhöll? Já. Og reiðsvæðið er hvað stórt? 20-35. Já. Sem er feiki nógu þegar ekki fyrir? Jú, mjög bara. Þetta er ekki, metrarættin er ekki alveg endilega stærsta atriði í þessu, þetta er svona að hafa inn í aðstöðuna. Já. Og hvert var svona í upphafi markmiðið með þegar þið hefði hérna starfsemi í Austurási? Hvert var, settuð ykkur markmið strax hvað gera skildi? Já, markmiðið náttúrulega var alltaf að stunda hrossrækt að einhverju marki og starta því svolítið með meiri krafti á þeim tíma. Síðan alltaf eins og menn þekkja þá er þetta ástríðu áhugamál. Þannig að þetta er náttúrulega að spila svona rullu og einhver keppni inn í keppnismennska og náttúrulega kipútastarfið er svona fyrirferðarmest hjá okkur. Fóruð þið strax í að koma ykkur upp góðum ræktunarhrissum eða voruð þið nú þegar komið með það þegar hérna 2007? Nei, það er svona, er búið að vera að þróast, getum við sagt. Og tekur sín tíma eins og menn þekkir hrossarækt. Þannig að, nei, það bara, við vorum komið með einhvern grunn en svo bara búið að byggja hana og grísja og bæta við. En á þessum stutta tíma þá hafið þið nú náð strax mjög góðum árangri, fyrir mitt leyti allavega. Ég veit að þú ert kannski hóvarri en ég. Jú, ég held við getum bara verið nokkuð stolt af því sko. Það er búið að ganga mjög vel síðustu ár og náttúrulega Ragga mín er nú svona drottningin í kynbótastarfinu hérna í húsinu og heppin með Ástu Björns, temja og þjálfa. Þær tvær eiga nú drjúgan þátt í því. Hvað myndirðu segja að það væri lykilatriði að hlúa vel að þessu tamningu strax í byrjun? Já, ég held að það sé bara engin spurning sko. Hlúa þessu strax frá upphæð frá því þetta fæðist og frá því þetta byrjar í tamningu sko. Það spili allt mjög sterkt saman sko. En varðandi svona stóðhesta val, þið ykkur yfirlýst hvaða hesta þið notið eða bara? Nei, maður velur bara það besta sem við teljum hverju sinni og hvað hentar okkur hrissum í pörun. Svo eins og við þekkjum alltaf ykkur heppni í því og eitthvað lottó og svona eins og fylgir en náttúrulega grunnurinn í merin er sjálfsagt mikilvægastur. Já. Og góður stóðustur bætið þar á held ég. Eitthvað frekar klárhross en alhliðarhross, eitthvað svoleiðis? Nei, við höfum kannski verið svona alhliðarhross megin í ræktun sko. Við höfum bara fylgt markmið íslenskar hrossaræktar í því. En auðvitað höfum við ræktað bæði en við horfum oft meira á alhliðarhestin sko. Talandi það, hefurðu kynnt þér breytingar sem verða nú á kynbótadómum í vor? Já. Hvernig líst þér á? Fundum daginn og maður sá þetta svona í betra ljósi. Svona margt þarna mjög gott á ferðinni held ég. Og það sé ekki allir alveg endilega sammála öllu strax. Og þarf auðvitað að sjá hvernig þróast sko. En svona í fyrstu fannst mér kannski full bratt að vera að lækka vægi á byggingu. En það er ákveðin rauk þar á bakvið sjálfsagt. En eigum við ekki að taka smá rölt í gegnum húsið og kíkja á hvað er inni? Þá byrjum við yfirferðina hér. Haukur, hér erum við með rauðblesótta hrissu eða hvað? Já, passar. Þetta er nú krafla frá Austurási. Þetta er svona mikið uppáhald hjá okkur í húsinu. Meiri undan framherja og óperu frá Nýjabæ. Stóð sér vel á síðasta landsmóti í 4. átraflokk. Það er semst 7. vetur. Já, og stefnir á kynbótasýningar aftur eða hvað? Já, það er svona markmið núna að rúla inn einu svona enn. Glæsilegt og hér sjáum við. Hér er hann Höttur frá Austurási, þetta er frúarhesturinn. Já. Hann er í miklu uppáhaldi. Hann er undan hverjum? Hann mátt giska. Já, ég ætla nú að giska Álfi en. Hann er undir Álfi, já. Og Fjöður frá Sperli. Já. Háttend meiri, svona tíma.
Já. Hér eru fyrir aftan okkur tvær heldur litfærar moldóttar sitt á hvern háttinn. Já, þetta eru hérna tvær draupnistætur á 4. vetur. Lofa góðu. Já, við erum allavega bara mjög ánægð með þær. Já. Byrja vel, þróast vel. Auðvitað stefnan dóm en eins og við vitum með 4. vetur hross þá skýrist það á vordugum. Já, það er bara... Hvað er tilbúið og hvað ekki? Já, það er bara þannig, það er í öllu þannig. Við erum allavega vongóð. Það er allavega gæfar hérna við því sínum þér. Já, það eru voðalega skemmtilegar í umgengni og heilstétt gæðslag. Já. Svo er hér líka leirljós. Já, þessi heitir Fiðlar frá Seljatungu. Já. Meiri sem við eigum með hérna Óla Jósefs og Rósu, vinum okkar. Undan Álvarni. Já. Og Spólu frá Syðri-Gegnsólum sem hefur reynst okkur vel í ræktun. Og þetta er sínd trissa, eða ekki? Já, þessi er sínd. Hún stóð nú ofarlega í 4. veturflokki síðast ári. Já. Það er litfægurt. Já. Ekkert spónakostnaðurinn mikill. Það er ekki þannig sko, en það vil nú spæna vel stelpunnar sko. Hér er jörp. Já, þetta er semst systir Kröflu sem við byrjuðum á hérna. Já. Undan óperu og pistli frá Litlubrekku. Já. Hún er semst á 4. vetur þessi. 5. vetur virkju. Þetta er mikið til ungkross hjá okkur. Já, við erum með 13 stykki á 4. vetur. Já. Þannig að hér er ekki hér er bara verið að framleiða ræktunarhross, hrissur. Það er mikið hrissur líka. Já, það er svona meginmarkmið, það er plássfrekast hjá okkur í þessu hrossastarfi. Já. Jörp hérna. Já, þetta er líka draupnistóttir á 4. vetur. Þetta meiri sem að Ragga ræktaði á sínum tíma, Leiknisdóttir. Já, Leikni Vakastöðum. Já. Og lofar góðu? Já, hún bara lofa býsna góðu þessi. Glæsilegt. Stóra myndalega hrissa. Já, hún er ekki fengið þennan moldóttaði leirljósa litin. Nei, það var samt hjartamóti leirljósu en það tekst ekki alltaf að moldótt. Hér er rauðhrissa. Já, þetta er hrissa frá Stuðlum sem hann Palli vinnur okkur á. Já. Þetta er konsert frá Hófi. Já. Vakandi. Já, þetta er smeri. Nú hafið þið verið hérna í töluveri samstarfi við þau hjón á Stuðlum, Palla og Eddu. Hvernig kom það til? Herri, já, við höfum átt mjög farsælt og gott samstarf með þeim, Palla og Eddu og hérna, það kom nú svona til bara fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan. Við eignuðumst lóm frá Stuðlum með þeim á svona upphafi okkar samstarfi og hestur sem var ræktaður af þeim undan Þernu og Gráki á sínum tíma. Síðan bara hefur þetta þróast og verið frábært samstarf. Og hvað hérna, er ekki bara geggjað að komast í svona ræktunarhrissu eins og Þernu út af henni? Er það ekki þvílíkt fyrir fólk sem er í hrossarækt? Jú, það er auðvitað frábært sko. Og bara heiður að fá að eins og segja verið samstarfi með þeim og þjálfa teimi all hross og hún Ásta Björns hefur nú sinnt tamningu þeirra hrossa síðustu ára. Já. Og svo hefur bara verið góð samstarfi við Árna Björn sem hefur verið sýnt ásamt Ástu. Allt er þetta samstarf? Já, þetta snýst allt það sko. Svo hérna eru 2 hrissur til viðbútar. Og má ekki gleyma Röggu, hún er nú svona stærsta þátt í þessu öllu. Já, hún er hér að fylgjast með okkur. Án hennar væri ekkert starf hérna sko. Ég veit það, ég þekki hana. Já, hér er leirljós. Já, þessi er undan konsert líka. Já. Og Klettsdóttir undan Þernu. Já. Leirljós. Já. Þetta er hérna, það er verið að lýsa upp, það var nú á tímabili sem var talað sko, það vantaði orðið þessar ljósari liti en þeir eru heldur betur að finna hér. Já, það er svona, sko, eftir að Álfur var hérna árið og Kristína Lund, þá var stoltið skjótt hjá okkur mikið, ráðandi í húsinu, en svo höfðu draupnir komið til sögunar og Þerna og Spóla enda líka. Já. Þetta er að lýsa svolítið og blandast, moldótt með og... Já. En litur í bónus en gott hross er aðalatriði. Já. Svo er hérna einn hrissa, þá erum við að búa með hrissuganginn. Já, þetta er líka konsertsdóttir. Við röðum sérst eftir stóðhestum. Já. Eftir feðrum. Þessa hrissu eigum við með honum Jóni Styrmi sem vinn okkar. Hún er undan henni Gnótt frá Skollagróf. Já. Sem var nú frábært töltari á sínum tíma, 9,5 tölt. Þessi líka á 4. vetur. Já.
5. vetur fylki. 5. vetur? Já. Höfum þetta rétt. Já. Það er ekki hægt að muna allt þegar það er á 4. og 5. Það er nú bæði bara trippi í okkur augum. Já. En ef við þá kíkjum yfir á næsta gang. Þá erum við komin hérna stóðhesta megin Haukur og þú fer með okkur í gegnum þetta líka. Hérna er rauður hestur. Já, þetta er efnisfóli frá Páli við nokkar á Stuðlum og á 4. vetur undan henni Stöku frá Stuðlum, Þernudóttir og Konsert frá Hofi. Já. Síðan er hérna Moldóttur hestur frá Austurási sem við eigum. Spunasonur. Já. Efnisfóli held ég. Já, á 4. Já, 4. vetur. Svolítið gaman að fá hana litinn í húsið, þetta er svona ekkert auðvelt. Nei. Ekkert sjálfgefið að eignast hann. Nei. Fallega Moldóttur er að mínum að þetta er góður litur. Já, þetta er svona gaman að þessu. Já. Hérna erum við með, brúnan? Já, þetta er Dröfnusonur. Já. Undan henni Björk frá Litlutungu. Já. Hestur á 4. vetur. Sem við Páll keyptum á Villa við okkar. Já. Við erum aðeins að leika sig líka í þessu. Efnishestur? Já, við erum bara spennt fyrir honum. Já. Rólegur og skemmtilegur og yfirvegaður hestur. Já. Það er glæsilegt. Hér er einn. Já, þetta er hans Sölvi frá Stuðlum. Við eigum þennan með Páli og þetta. Já. Hann er á 7. vetur, hann er nú dæmdur, fyrstur hestur. Já. Svona markmið með að fara með dóm aftur. Fór í fínar einkunnir síðasta vor? Já. Ok, svo komum við hér í Móalóttan snilling. Já, þetta er Glanni frá Austurási. Já. Stálasonur. Undan 4 frá Sperli. Já. Hann er nú komin með 9 tölt, er það ekki? Jó, 9 tölt. Já. Sjáum hvort við náum eitthvað þarra. Já. Spurning. Það er ennþá eitthvað eftir að skalanum. Það er eitthvað, já, það er eitthvað eftir á honum. Svo er hérna Leiriljós, Nesoddur sem einhverju þekkja nú. Já, þetta er nú svona uppáhaldið svolítið, eitt af uppáhaldunum í húsinu. Já. Dreifnir okkar. Já. Þetta er náttúrulega algjör snillíkur. Já. Nú eru þið líka eins og á þessari yfirferð okkur gegnum húsið náttúrulega svolítið til greinilega undan honum núna á 4. vetur og yngri hrossum. Hvernig, auðvitað er þetta ekki óhlutdrægur en hvernig finnst ykkur? Við erum voðalega spennt. Þetta er bara svona, má segja, næsti kafli á hans ferli. Já. Og þetta er, má segja, líka fyrsti árgangur sem kemur til tamningar. Og við erum bara voða spennt við því. Það er bara, það eru gaman að sjá hvernig þau munu þróast og standa sig á brautinni. Og við erum með 4 undan honum sjálf. Já. Og sem við stefnum auðvitað með. Já. Er eitthvað svona sem að í stuttumáli sem einkennir eða eitthvað? Já, hann virðist vera að erfa skemmtilega frá sér þessa fótahæð og svona fríða frampart og hái herðar. Og náttúrulega síðast en ekki síst þetta yndislega geðslag, sko. Já. Og það er svona sammerkt með þessum trippum hérna hjá okkur að þau eru öll voðalega stabíl og heiðarleg, sko. Þannig að ykkur hér í Austurási hlakka bara til vorsins og getið alla beðið eftir að sólin hækki og grasið verið grænt eða hvað? Já, hann má eiginlega segja það. Haukur, ég þakka þér fyrir að taka þér tíma til þess að labba með okkur gegnum húsið og gangi ykkur vel áfram. Já, frábært. Takk fyrir komuna.